Já, góðan daginn. Ég heiti Hilmir Ingi og ég er mitt eins og Sigurður benti á. Þá byrjaði ég hérna byrjun 2009 þegar þeir opnuðu kvosina. Þá var ég einn af því fyrstu sem kom mér hérna fyrir og var hérna á annarri hæðinni, alveg innst í horninu og byrjaði þar að möndla mig áfram með mínar hugmyndir. Og eins og við talum á hana að gera mistök, það er svo gott í svona umhverfi. Það var svo gott að hafa fólk í kringu sig. Ég hafði Óla, ég hafði hérna, þeir voru hérna fleiri fyrirtæki sem maður gæti leita til og hjálpaði manni greiðlega. Ég til dæmis lærði það af Óla að ég tók alltaf eftir, hann kom alltaf svo fínn á hverjum degi í vinnuna sko og ég var í svona steraból hverjum degi og svona þjappaði svona saman og þetta hjálpaði mig við lyklaborðið. Nei, ég er nú ekki að segja satt þar, en það hjálpaði mér sko að skilja að, að maður verður að koma á hverjum degi, maður er að stofna fyrirtæki og maður verður svona svolítið að bera virðingu fyrir því og maður er að setja sig á þann stall að maður er að fara að gera eitthvað spennandi, það er eitthvað framundan og bara að horfa Óla að koma á hverjum degi, alveg mjög fínan, það hvatti mig til að gera það sama og það hjálpaði mér helling bara að setjast niður, mæti vinnuna, koma einn og vera svona snyrtilegur og fínn í stað þess að vera kannski bara í einhverjum ból sem stendur helvítis Reykjavík eða eitthvað sko, það hjálpar manni að svona komast í feelingin að maður er að fara að gera eitthvað stórt. Það er það fyrst og fremst sem ég verið að skilja allan tíma, ég er að fara að gera eitthvað stórt. Og svo með fjárfestakynningar og svoleiðis þá lærði ég það nú sko að þegar ég byrjaði hérna þá var ég með rosalega sítt hár, ég var með rosalega sítt hár og var svona eins og Steven Seagal. Með teyginu hérna, nema Óli benti mér svo á það sko að þegar að teygjan er farin að byrja sem ennið endar og þá gengur það ekkert upp sko. En ég er nú bara að grínast með þetta, ég var ekki með sítt hár. Það er mjög langt síðan ég var með sítt hár. En það er svo gott með þetta að fá peppa í kringum sig, að vera með fólk sem að sko gefur punkta og geta leita til. Það skiptir rosalega miklu máli, sérstaklega þegar það er að fara að tala við fjárfesta og þá lærði ég það líka að sölumennska skiptir öllu máli í að tala við fjárfesta og hreinskilni. Fyrsti fjárfestafundurinn sem ég fór á, hann gleymist seint sko, fyrsti fundurinn, hann gleymist bara ekki og ég var svona, það var reyndar áður en ég kom hingað og þá settist ég niður með ágætismanni og fór að segja honum frá þessum frábæru hugmyndum sem ég var með, hvernig þetta gæti allt virkað og var búinn að láta búa til svona mynd fyrir mig en það var mjög augljóst að sýna og alltaf og það var alveg mjög skilmátt, mikill viðskiptamaður og hann skildi strax konseptið sko og alltaf og svo segir hann við mig, já heyrðu, þetta er flott, við getum talað aftur saman sem er alltaf eina sem þið viljið gera fyrsta fjárfestafundi, það er bara að fá annan fund og svo segir hann, sendu mig viðskiptaáætlun hérna og eins og ég segi, þetta var áður en ég kom hingað þannig ég var svona hvað sagðirðu? Viðskiptaáætlun, já. Og þá svona opnaðist þessi heim fyrir mig og það er eiginlega út af þessari spurningu eða þessari beiðni sem ég fór og skoðaði sko þetta nýsköpunar miðstöðar dæmi og allt það. Viðskiptaáætlun er bara svo gríðarlega mikilvæg. Það er, þó að enginn les hana, þá er svo rosalega mikilvægt fyrir mann sjálfan að búa hana til. Maður fær bara skilningin í það sem maður er að fara að gera og raunverulega hvað þarf til þess. Viðskiptaáætlun er ekki fyrir fjárfestana, þið bara komið staðið þegar þið farið fjárfestakynningu. Þið leggja þetta á borðið, þið er búin að láta þú setja þetta saman og fínt og þið er búin að leggja hérna 2-3 mánaða vinnu í bara þetta sko, þetta er fyrsta draftið og þið eru svo stolt af því og það er tekið flott, það er bara, ok, hann gerði heimavinnuna, hann lítur að vita hvað hann er að tala og það er akkurat það sem gerist, það er þegar maður kemur og maður fer að tala þá veit maður, þetta er stendur inn í, ég er búin að eyða 3 mánuðum ég er búið þetta til og þú ert bara öruggur, þú getur talað hvað sem er. Þú fær spurningu, þú getur talað hvað sem er og það er akkurat það sem þú þarf að gerast á fjárfestafundinum. Þú þarft að selja sjálfa þig og selja hugmyndin sem þú ert með og það gerur ekki með tölfræði. Því að þetta er allt áætlanir. Ég get alveg áætlað það að eftir 5 ár sem þeir vilja sjá, 5 ára spá,
flott, það er allur heimur með mína vöru. Af hverju? Að því ég veit honum best og ég veit að það vantar hana, það öllu vantar þessa vöru. Þannig að það er ekkert mál að gera bara áætlun það. Bara 7 billjónir manns nota mína vöru, flott. En það er náttúrulega ekkert rökrétt. Þannig að maður hefur röksemina í blaðinu og maður gerir draumarnir sína svona hóflega og raunhafa og kemur því bara framfæri. Og svo skal ég segja ykkur er þarna, eins og við talum sölumennskuna, það er þarna, eins og hérna inni, það er kannski 20 manns inni og það er svona 4 týpur af fólki. Og til þess að ná, ef við sitst inn á fund með fólki sem eru fleiri en 2 eða bara 1, þú veist ekki hvað týpa það er. Þannig að þú voru að reyna að höfða til hans og það er mjög einfalt raunverulega. Í sölumennskunni er það mjög einfalt. Það er þessar 4 týpur af fólki. Það er fólki sem elskar umhverfið og vil gera allt fyrir umhverfið. Það er fólki sem vil stjórna og það gerir allt til þess að bara geta stjórnað. Svo er það fólk sem elskar bara tölur. Það vil bara sjá að vara þín geti spara peningar, geti aukið framlegð eða hvað það er. Og talið bara það. Og svo er þessi 4. karakter sem ég reyndar, sem er svona, er eitthvað að gerast, eitthvað flott, eitthvað tæki, eitthvað með nýjan síma, og komin, eitthvað nýtt tæki á markaðinn, ég verð bara að kaupa. Þetta er nýtt, mér langar að eiga. Þetta er flott í húsið, ég veit ekkert hvort ég noti það, en hei, ég er með það. Og mér langar í það. Þannig að ef þið höfðið til þessara 4 karaktera, þá eru þið búin að vinna salinn. Þó þessi 1 eða 100. Þið eru búin að höfða til allra. Og gæinn sem þið eru að tala við, fjárfestirinn sjálfur, þið eru búin að finna hann. Eitthvað af þessu náðið til hans. Þannig að tala svona hluti sem að skipta þá máli og þú veist bara ekki hvað það er, þannig að þú pakkar því bara saman í kynninguna þína. Og meðan þú kemur því vel frá þér, þá ertu búin að ná honum. Og þú sér það alveg. Ef fyrirtæki eins og ef ég væri tæknifræðingur, þá myndi ég koma inn á fjárfestakynningu með rosalega flotta tölur og sko, ég geti algjörlega selt öðrum tæknifræðingi að þetta er málið. En umhverfismanneskjan, hún myndi alltaf rétt upp hendina og segja, en hvað með börnin? Og þá hef ég bara ekkert að segja. Af því ég bara hef ekki hugmynda. Þannig ég þarf að kynna mér það, ég þarf að vita það, sko, hvað varan raunverulega getur gert. Sama hvað það er, eins og bara með lækningavörur, skilur. Það eru hluti sem hægt er að telja upp með lækningavörur af öllu þessu. Það hefur allt áhrif. Þannig að það er alveg sama hvað varan er, við erum búið til heildarmyndina af henni, hverju hún er skilið til samfélagsins, af því að samfélagið kaupir vöruna hennar. Þannig að ef fjárfesturinn skilur það að það er þörf í samfélaginu fyrir vöruna hennar, þá kaupir það. Honum alveg saman að skilja ekkert vöruna hennar, ef hann fattar lógíkina, þá kveikir hann upp henni. Það er svona aðalmáli, sko. Það er að selja vöruna rétt. Ég hef nú sagt frá því að þessi sölumennska, þetta er annarkvæmt í þér eða ekki. Og ef þetta er í þér, þá kemstu áleiðis með það. En ef þetta er ekki í þér, þá þarftu bara einfaldlega að þjálfa þig. Það er bara skilyrði. Þið er að byrja okkur stóru, ef þið getið ekki selt það, þá verðið þið í fleiri ár að koma því á framfæri. Og endanum gengur ekki upp, þegar þetta er bara alltaf dýrt. Þannig að fjárfestirinn, þið þurfið að selja, þetta er bara manneski eins og þið. Hann vaktar á mótnana, hann tannburstar sig, hann borðar mat, örugglega sama mat og þig. Þannig að þetta er nákvæmlega sama manneski og þið. Þannig að ef þið höfðið til hans, þá náðu hann. Af því að lógíkin skiptir bara öllu máli. Þannig að sko, ef þið búið til þannig kynningu, að þið komið þessu öllu fram, þá náðu þið þessum öðrum fundi. Og öðrum fundi, þá er gott sko að þeir eru búin að fatta karakterinn. Það er rosalega gott að stúdera fjárfestirinn sem þeir eru hjá. Þeir verður 2, 3, 4, stúdera á alla. Horfa á það þeir talið, ekki aldrei horfa á skjáningar. Aldrei, alltaf á fólkið. Og sérstaklega þegar það er að horfa á skjáningar. Því að þið sjáu það strax sko. Að síðan sem kemur hérna nýja tækið, eitthvað blikkandi ljós og eitthvað, þá sjáu þið hvað tekur við sér. Þið sjáu tölfræðina, setja stórt prósentumerki upp og gæinn elskar bara að sjá prósentutáknið sitt. Þið sjáu það, spotta það út, þið vitið hver hann er. Þið sjáu það bara í augunum, hvað vekur á hann. Og þeir eru búin að spotta svona út hver er hvað, þá vita, ok, ég er búin að tala um viðskiptamenn sem hafa ekki hundsvit á rafmagnsvörum. Og ég er búin að bladra rafmagnsvörur, öryggi í rafmagni og allt þetta. Það er enginn að skilja neitt sem ég segi nema, ok, ég er búin að koma lógíkina framfæri.
og tilgangurinn minn á fyrsta fundi náttúrulega bara ná öðrum fundi. Þá náttúrulega fer ég fram á það í lok fundarins, þá fer ég fram á það ef við ekki hittast aftur. Það er gott að fara yfir þetta og mér langar svo að sýna þér jara. Og ef þú getur fundið þessi menn fjárfestarnir, þeir þekki alla. Þeir þekki annar sem þekkir hinn og þeir getur fengið hárrétta manninn og fundið með ykkur. Þannig að það er best fyrir, eins og ég gerði, sko, þá sagði ég sko á næsta fundi, ertu til í að taka eitthvað með þér, eitthvað rafmagnsverkfræðing, þekkir ekki eitthvað rafmagnsverkfræðing eða eitthvað þess áttar, eitthvað sem raunverulega skilur. Og svo þegar þið fáið e-mailið tilbaka, ég búinn að fá þennan gæja til að koma á fundinn, þá náttúrulega byrjið þið að svitna, af því það er einhver stórkall, sko. En það er bara fínt, það er bara, það er þetta mannlega, þetta þarf alltaf að vera þetta mannlega. Og þeir byrja fundinu á því að vinna svolítið, sko, fjárfestirinn til ykkar. Það er að byrja ekki með bindi upp í háls og þið eigið rosalega mikla peninga og ég ætla að sýna ykkur hvernig þið ætla að græða meiri peninga. Sjáu þið nú. Það er meira, þið þurfið að vera meira afslappaðir, þið þurfið að koma fram við manneskjunni eins og hún sé manneskja. Ég vil bara passa að setja ykkur ekki alveg á sama stall, sko. Hann er ríkari en þið. En það er bara meðan þessi sameiginlegi skilningur það. Þá gengur upp, þá náið connectioni og þið vinnið á því. Þannig að þegar þið hringið og hann veit númerið ykkar, þá er ekki svona legg síma frá mér. Það er allt í lagi að svara sig gæja. Það er allt í lagi að tala við hann. Ég get alveg sagt honum að ég hef ekki tíma til að tala við hann og hann tekur í. Það er að ná þessum tengslum, þessum mannlegu tengsl. Það skipta bara máli. Og svo eins og ég ger um leið og ykkur er jákvæður og eitthvað gerist hjá ykkur, eitthvað breakthrough, að þið komust að ykkur, föttuðu eitthvað nýtt í viðskiptaáætlunni, breyttunni eða einhverju leyti, þá bara hey, ég ætla að hringja í hann og segja honum frá því. Ég á ekkert fund með honum og hann var eiginlega búinn að segja sjá hann til, ég ætla að hringja hann samt og bara láta hann vita þessu. Það er að byggja upp sambandi við fjárfestin. Það tekur frá því byrjið að tala við fjárfestin. Frá fyrsta fundi þá getur hann raunverulega tilbúinn að taka peningin og skella á borðið. Það getur verið 6 til 8 mánuðir. Og það er ekki út af því að hann fatta ekki hugmyndin ykkar. Það er ekki út af því að hann var ekki alveg viss. Það er bara út af því að hann er bara að tjekka ykkur. Hann er bara að athuga hvað þið gerið. Hann er að prófa ykkur. Það er bara svo einfalt. Af því að ef hann er að vera að setja 30+ milljónir í hugmynd sem einhver gaur út í bæ eða einhver skvísa út í bæ var með, þá þarf hann að kynnast karakterinu. Þarf hann að vita hvort þessi gæi sem gefst upp við fyrstu mótbáru, af því þær eru margar. Það er alveg hellinga þeim. Þannig ef hann er að vera að setja peningi í ykkur, hann er ekki að setja peningi í hugmyndinni, hann er að setja peningi í ykkur. Og ef hann ætlar að treysta því að þið gerir eitthvað við peningin hans, þá vil hann fyrst kynnast ykkur. Það getur ekki 3 mánuði, þið eru bara búin að vinna hann eitthvað band, þannig að hann sjá það, þetta er gott og þá skiptir teymið ykkur líka rosalega miklu máli. Því ef þið komið inn sem eiga, þið eru bara, ég er bestur í þessu, ég get þetta, ég skildi allt saman og ég ætla bara að gera þetta. Ég þarf bara pening, það er einu sem ég þarf og þá bara gengur þetta upp, af því ég veit þetta allt. Það er bara gleymið því. Tekur ykkur ár, hann verður kurteis við ykkur í heilt ár, þá getur hann að segja, þetta gekk ekkert upp hjá þér. Og það er bara af því að þið eru bara að elta í skott, endalaust. Það þarf að vera teymi. 2 eru teymi, 1 er ekki teymi. Þannig að það þarf líka að koma rosalega vel til skila að þið séð ekki ein og þó þið séð ein, að þið séð tala við einhvern annan. Þið eru búin að ræða við þennan gæja sem að vinnur hjá þessari stofnun eða þessu fyrirtæki. Hann er búin að vera ráðgjafinn ykkar, hann er að gefa ykkur ráð, hann er að hjálpa ykkur. Ef gæinn skilur það, ef fjárfestirinn skilur það, þú ert ekki að reyna að gera þetta allt einn, það er að fá raunverulega svona utanaðkomandi álit og hjálp og aðstoð strax traustvekjandi, flott. Og það fallega við Ísland er það að við getum farið inn í fyrirtæki, þú getur farið til framkvæmdastjóra, forstjóras, farið fund með honum. 3 símtöl, þú komið fund, ekkert mál. Þú sest með honum og þú náttúrulega fer ekki í ölgerina með læknisvörur, þú náttúrulega velur þér fyrirtæki sem þú ert að tala við, en gæinn sem þú ert að tala við, hann hefur þýðingu. Hann er að fara að koma með feedback, þó að þú hittir hann bara í 20 mínútur og hann hefur engan áhuga að gera neitt áfram, og þú sest niður með honum og þú kynnir í smástöðun, og svo segir þú bara, hvað finnst þér? Hvernig ætti ég að gera þetta? Hvernig er þetta? Hvernig er best að gera svona?
ef þú verður að gera þetta, bara fáið hann til að segja ykkur og þið munið að þið skrifaði niður. En allt sem hann sagði byggist á reynslu og þekkingu og það hjálpar ykkur. Þannig að notiði fólk. En ég myndi ekki ráðleggja, ég nefnilega sko byrjaði að tala við fjárfesta strax af því að ég vissi það að ég þurfti hellinga peningum til að geta gert þetta og ég átti ekki krónu og ekki einu sinni bílastæðinu fyrir neðan, ég þurfti að leggja hérna sko lengst uppi. Lengst. Af því það er gjaldskylda alveg hérna lengst upp yfir. Ég vorkenni ykkur rosalega fyrir að vera hérna. En ég hitti þarna mann sem heitir Eyþór Ívar og hann fór að segja mér frá englum og alltaf stórfurðulegt að fara að sækja pening frá englum, alltaf fáránlegt. En því ég skildi að englar eru raunverulega fólk, þá meika þetta sens. En þið kannast við englahugtakið ekki. Að englar eru bara einstaklingar. Það er bara fólk sem á peninga, sem að fjárfestir í hugmyndum og litlum fyrirtækjum og vill fá eitthvað tilbaka. Þetta er það besta sem ég gerir. Ekki fara í fjárfestirinn strax. Ekki fara, ef þið farið til fjárfestana, fyrirtækjana, þau þurfa að selja fyrirtækið fyrir ekki neitt. Af því þið er ekki með neitt í höndunum með hugmynd. Þannig fjárfestirinn segir bara, sko, þú getur ekkert án okkar. Og ef við ætlum að gera eitthvað með þér sem er rosalega á þetta, þá viljum við bara fá 60% í fyrirtækinu því að við treystum þér ekki og við ætlum að ráða öllu í fyrirtækinu. Þú heldur bara áfram, rosalega spenntur fyrir eigar 40% eftir og þú dettur að þynnast út í 5%. Það drepur frumkvöðlin og það drepur hugmyndina, það drepur allt fyrirtæki. Það er hellingar svona dæmi til. Þannig að... Hvað segirðu? Eru englarnir í gulusíðum? Má spurja svona þegar ég er að tala. Nei, já, englar eru í gulusíðum. Þeir eru undir einmitt fjárfestingar englar með nóga peningum. Nei, það er kúnstin að finna þessa gæja, sko. En þeir eru víðsvegar. Og stundum er þetta gæjinn sem þú, sko, pantaði fundi á hjá Ölgerinu til að segja frá okkur bara sem var hugmyndir og hann bara, wow, hver er með þér í þessu? Get ég fjárfest í þessu? Það er bara, you never know, sko, hver það er. Og þannig að það er gott að tala við fólk hugmyndir, það er mjög gott. Það getur komið svo ótrúlega margt í ljós. Og þannig að ef þið viljið fá meira virði fyrir fyrirtækið, þá byrjið á englunum. Það er líka bara ef það kemur engill inn, þá fer hann á teymiskjalið ykkar. Ef það kemur sterkur engill inn, ég fekk 4 engla til mín áður en ég fór í fjárfestingu hjá fjárfestum. Og þau voru allir í viðskiptaáætluninni minni. Þeir eru bara ráðgjafar, eigendur og þeir trúa á þetta. Það seldi helling. Seldi miklu meira en ég, ég er rafvirki, ég er búinn að vinna í 12 ár við rafvirkjun, ég veit alveg allt um þetta. Heldur þú veist, það var maður frá Marel sem bara kveikt á perunni, hann er að vinna með mér í þessu, hann er hluthafi í þessu. Það selur, þegar við komin það stig að leita fjárfestunum stóru, þá skiptir þetta ótrúlega miklu máli. Við tala ekki þekkinguna og reynsluna af þessum englum þegar þeir eru að byrja. Bara, englar er málið, sko. En það er erfitt að finna þá. Það er alveg hárrétt. Þeir eru ekki í gulusíðunum. En það er gott að byrja því og það þarf að selja þeim alveg svo öllum öðrum. Og þeir þurfa að kaupa þetta alveg og það er raunverulega erfiðara fyrir að fá engil heldur en fjárfesti vegna þess að þeir eru raunverulega að taka svona eigin vasa. Það er ekki þetta other people's money, sko. Það er bara, þetta er minn peningur. Ég ætla að setja 10 milljónir í fyrirtækið og ég ætla bara að fá 5% fyrir það. Þú veist, ég ætla að taka 20 milljónir úr mínum vasa og ég ætla að fá 10% í fyrirtækinu sem er ekki neitt. Fyrirtækið er ekki neitt. Það er bara hugmynd og hugsanlega eitthvað sem er búið að stofna. Það er kennitala í fyrirtækjaskrá. Er það þín reynsla að viðskipta englar sé mjög aggressífur í að fá stóran hlut fyrir fyrirtækið? Þeir eru það, en það er þitt hlutverk að koma með skilningu það að þú ert frumkvöðlinn. Þannig að þó hann kom inn sem ráðgjafi, þó hann kom inn með mikla virðisaukningu, þá ert þú samt að vera að vinna vinnuna. Og þú færð ekkert engil inn og hann er bara sest við hliðina og er hérna í kvosinu og fer að gera eitthvað. Það er ekki svoleið, sko. Það er líka, sko, hann er líka í einhver tíma að kynnast þér og hann vill líka fá sjá framfæri og hann vill sjá að þú ert eins og Ameríku. Þannig í Ameríku þá fjárfesta fyrirtæki nánast aldrei í fyrirtækjum sem er í öðru bæjarfélagi en þeir. Og þeir eru í þessum
kynningatímum, þegar þeir eru að kynnast fyrirtækinu, kynnast frumkvöðlunum, kynnast fyrirtækinu, þá eru þeir farar eftir sína vinnu og þeir stoppa fyrir utan staðinn sem að þú ert með skrifstofu eða fyrirtækið og þeir athuga hvort þessi kveikt ljós á kvöldin. Þeir tjekka þig sko. Þeir skoða hvort þú sért að vinna fram með þig, hvort þú sért raunverulega að leggja á þig. Því frumkvöðlastarf er ekki 9-5, bara því miður. EHF, þið vitið öll hvað þýðir, menn það er ekkert helvítis frí. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Og þegar fjárfestirinn er farin að fatta það, að þið er ekki bara með góða hugmynd sem þið trúið á, þið ætlið að ná árangri. Það er þá sem hann fer raunverulega að pæla. Þá fer hann að tala við félaga sína þetta og þá þorir hann að segja sem engill frá því að hann sé að skoða eitthvað fyrirtæki eða hvort hann heyrt eitthvað. Annars þegir hann bara. Hann tjekkar á okkur fyrst. Þið þurfið að standa ykkur, það er bara svoleiðis. Því að Nýsköpunarmiðstöðin kom með hellinga verkfærum. En ég sem rafvirki veit það að verkfæri gerir ekkert fyrir mig. Ég þarf að gera allt. Borvélin, skrúðarnir og allt þetta. Ég get ekki lagt þetta bara hérna niður og það bara vinnuna. Svoleiðis Nýsköpunarmiðstöðin, þau kom með alveg frábær verkfæri. En þú þarft að leggja þetta á þig. Þú þarft að hafa fyrir þessu. Og þetta er erfitt tímabil. Mér finnst ára öld síðan ég var hérna í hotninu niðri, en það er ekki, það er hvað 1,5 ár síðan. En þetta fyrir mér 10 ár, þetta er bara svo mikið vinna. Sko. Allt sem er búið að gerast í mér eftir ég fór hérna út er rosalegt. Og það gerist ótrúlega margt hér. Þetta er svo rosalegt ferðalag. En þetta er samt svona, ég lýst þessu svona þannig að þetta er svona að fara erlendis í sumarfrí og það er þeir komið tilbaka í sumarfríið og þeir segja öllum vinunum frá þetta var geðveikt. Þú veist, ég var í sólbæðið og hótelið var geggjað, þú veist, ég fekk frábæra morgunmat og djammaði fram á nótt eða hvað það er, skilji. Sagan sem kemur tilbaka eftir ferðalag er alltaf góð. Yfirleitt. Það þarf að vera eitthvað rosalegt að einhver segir já, ég eyddi 500.000 í sumarfríið mitt og það var ömurlegt. Það er ekki þannig. En svoleiðis er þetta, þessi byrjun, sko, það er ennþá svoleiðis sem er. Þetta er rosalega erfitt. Ég meina í ferðalaginu þá tók enginn fram hérna að þegar þú komst í flugvélina og það var tafir á flugvélinni og þú settist í flugvélina þá var fólki við hliðina og það var svo leiðilegt og það var alltaf að berja í þig og flugferðin út var ömurleg og þegar þú komst á hótelið þá var ekki einu sinni búið að skrá þig á hótelið, þú ættir að fara í gegnum það allt, það tók allan daginn. En þú komst og þú fórst út úr hótelinu og tókst taxan, hann fór með eitthvað kolvitlaust og þú tapaðir heilum degi hérna úr fríinu í eitthvað svona vesen. En svo loksins þú komst á staðinn, þú komst í hérna Teheran Vítika eða hvað það er og þú naust þess, svo þegar það er búið, daginn eftir, þá manst ekki þetta vesen. Þú manst bara að váka rússíbani var geggjaður. Þú manst það. Og þannig er þetta frumkvöðlastarf. Þetta er, þú veist, þegar árin byrja að telja, eins og ég hugst tilbaka, ég var að reyna að hugsa eitthvað vesen, sko. Ég man ekki neitt, ég man bara þetta góða. Það er bara svo gaman að vera frumkvöðl. Þetta er ótrúlega góð vinna. Og það sem að Nýsköpunarmiðstöðin hefur gert með Vinnumálastofnun, starfsorka, þeir sem þekkja ekki kynni ykkur, þetta er stórkostlegt fyrirbæri. Þetta er stórkostlegt. Það hjálpar manni alveg gríðarlega. En það er, sem er fjárfestana, að ná í fé, þá er þetta það sem ég myndi segja að væri allra mikilvægast af öllu. Það er að kynnast raunverulega fjárfestunum, koma þægilega fram. Það er eins og ég kom hérna inn og ég vissi að ég þarf að vinna ykkur á bandið svo að þið haldi ekki ég sé einhver merkikerti eitthvað, þú veist, já, ég er búinn að ganga vel, þið er ekki búin að ná mér. Skiljið hvað við? Ég þurfti að vinna ykkur aðeins og segja eitthvað smá fyndið, bara til þess að skapa svona aðeins þægilegar andrúmsloft. Þannig ég geti sagt eitthvað vitleysu og þið fyrirgefið mér það. Og þannig þarf það að vera með fjárfestunum líka. Þið þurfið að segja, sko, kannski ekki eitthvað vitleysu, en þið þurfið að vera bara eðlileg. Bara sýna þeir eðlilegt fólk sem ætlar að ná árangri. Og svo farið að sýna það. Það er að erfiðasta við það að þeir eru búin að fá fjárfestafundinn, þá þurfið raunverulega að fara að sýna ykkur. Ef við kveiki áhuga, þá er ekkert já, ég ná áhugunum. Það er bara hvað er næst. Ég þarf að fara að sýna eitthvað, ég þarf að gera eitthvað. Ég þarf raunverulega að fara að vinna núna lengur á kvöldin af því að, og það er náttúrulega best að augra sjálfum sér. Ég augra svolítið sjálfum mér alltaf, ég lofa alltaf ykkur vitleysu fram í tímann. Og ég er ennþá að gera það. Og það er bara frábært. Það er svo mikið að gera og þú veist, nú bara, wow, nú verður bara allir að leggja meira á sig og nú verður eitthvað að fara að gerast. Ég fæ ekki að sofa næstu nætur, æðislegt. Það er svo gaman. Það er það sem skiptir svo miklu máli, að
að skilja sko þetta eðli sko. Það hjálpaði mér rosalega mikið að fara þessi litigreiningu, þessi týpur af fólki, af því ég skildi það raunverulega hver ég var þarna, af því það ekkert alveg víst sko, þegar ég pæli, mér ekkert alveg saman umhverfið og mér finnst alveg gott að spara peninga og allt það og ég vil stjórna, engin spurning og mér finnst ótrúlega gaman af hlutum sem að glansa og blikka og svona, þetta frábært. En hver ég raunverulega? Og þannig ég tók svona próf og hann Tryggvi Elínason lét mig taka svona próf. Það kom bara mjög skýrt út hver ég var. Og ég með þráhyggju fyrir nýjum hlutum og ég vil stjórna. En það virtist vera bara umhverfið og það sem ég held að mér þykir vænt það var bara það var ekkert að ángra mig neitt. Og svo ég búið til einhverju vörur sem að bjarga umhverfinu og svona, skil. Þetta var bara síst af öllu hjá mér. Ég bara búið til nýjar flotta vörur. En það að skilja sjálfan sig, það hjálpar einhver svo rosalega mikið í að mynda teymið. Hverja þurfið þið til þess að láta þetta ganga? Ég þarf gæja sem skilur tölur. Því ég ekki góður í Excel. Ég ekki góður í því að finna út hvað mörg prósent af þessu gerast ef þetta gerist og svona hinsegin. Það svona, ok, ég sé myndina en ef ég þarf að gera eitthvað í Excel þá finnst mér gott að Sævar, bjargar þessu fyrir mig. Hvernig gerum við þetta? Þið þurfið, til þess að mynda teymið, þau þurfið fyrst og fremst að skilja sjálf ykkur. Hvar eru veikustu liðarnir ykkar? Þarna þurfum við að vera hreinskilin. Bara ótrúlega hreinskilin. Í hverju ég ekki góður? Engu, ég góður í öllu. Það bara ekki svoleiðis. Þannig að það fyrsta skrefið, það bara fatta sjálfan sig, mynda svo teymið, taka við teymið. Og viðskiptaáætluninni, þá það fyrsta síðan sem rosalega vel skrifuð, sem lesa, svo fara bara í teymið. Hver að fara að gera þetta með hann? Hver trú á þetta? Og ég veit ekki hvað mikið tíma, en ég mæli með því að notið Ísland. Þetta frábært. Við erum að nota Ísland rosalega mikið. Við erum að ég farið í fyrirtækina, kynnti þetta, svo bara sagt, ertu ekki tilbúin að skrifa undir viljayfirlýsingu að þið finnst þetta frábært? Og hann sagði, hvað meinar viljayfirlýsingu? Ég ekki farið að kaupa þetta. Nei, þetta bara algjörlega óskuldbindandi, þú veist. Þetta er bara skjala sem þú ert að segja mér og eftir þessi kynningu sem ég var að halda fyrir þér, þá líst þér vel á þetta. Og þú heldur að ef ég get búið þetta til, að þá verður þetta frábært. Já, fínt. Svo farið bara til fjárfestarins. Hann trúar á þetta. Og það ekki lygi, hann kvittar undir það. Þetta bara frábært. Og Íslendingar gera þetta. Þeir vilja hjálpa til. Þú veist, þeir vilja þeir gangi vel. Þeir ekki þannig, þú ert að reyna að vera ríkar en ég. Það ekkert svoleiðis. Þeir vilja þeir gangi vel. Og þeir eru tilbúnir að gera ýmislegt, svo framarlega sem þeir, þú getur ekki sagt að þú lofar að kaupa þetta af mér, nú ég með vöruna tilbúnar. Það náttúrulega ekki þannig. Það bara viljayfirlýsing fyrir því að þeir trú á það að þetta konsept sem þú ert að tala að það getur orðið til og það getur virkað og það gott. Og ef það verður til, þá ég alveg tilbúin að setja með þið niður áttur og ræða máli. Allt óskuldbindandi. En þið alltaf búin að sýna fjárfestunum að þið gerðu eitthvað með eitthvað sem að raunverulega var tilbúin að setja nafnið sitt undir bara ágætis hugmynd. Þetta getur ekki gert annars staðar. Ábyrgðin og allt það bara utan Íslands, þá það, eins og við vitum í Íslandi, það ber engin ábyrgð. En utan Ísland, þá ábyrgð raunverulegt orð. Þannig að notið Ísland, notið það. Við erum byrjað að selja núna og við erum að selja fyrirtæki sem við treystum. Við erum að selja fyrirtæki sem við getum unnið með. Ef við erum að selja utan Evrópu, þá þurfum við að selja bara vöruna beint, þeir kaupa þær og bara loka það dyr. En nú hérna á Íslandi, þá erum við að selja fyrirtækjum og við erum að hitta þetta fólk og þeir að segja okkur hvað þeim finnst, hvernig varan að nýtast þeim, hvað væri betra og við erum að læra því og við erum að bæta vöruna. Notið Ísland. Takk fyrir mig.